Allt sem þú þarft fyrir ásatíðina færðu í Djós. Þátturinn í boði Djós. Sönn jakkaföt, herradeild J.M.J. Akureyri. Þátturinn í boði J.M.J. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go. Já, sælveriði og velkomin í taktíkina. Það verður heldur betur fjölbreyttur þáttur hjá okkur í dag. Við fjallum körfubolta, handbolta kvenna. Við ætlum að byrja á golfinu. Hingað komið með til í mín í settið, hann Heiðar Davíð, velkomin. Blessaður. Þú ert hjá golfklúbbi Akureyrar og sér þar afreksþjálfunina. Þú ferð aðeins yfir starfið hjá golfklúbbnum hérna fyrir norðan. Já, ég sé að þjálfa í rauninni afrekskrakkana okkar og alveg niður í 11-12 ára. Og svo Stefania Kristín líka þjálfari við klúbbinn hjá okkur og hún sér yngri krakkana hjá okkur, yngri flokkana. Það 70 krakkar í starfinu sem eru bara í golfinu hjá okkur. En síðan náttúrulega klúbburinn telur einhverja 700 meðlimi og eins og við ræddum áðan að þá náttúrulega erum við með mjög breytt aldurspil, alveg frá ömmum og öfum að spila og alveg niður í barnabörnin þeirra. Þannig að þetta mjög skemmtilegt og gefandi að sjálfsögðu. Maður að fást við fólk á öllum aldri. Þetta breiða aldurspil, það gefur okkur líka svo mikinn fjölda og mér finnst eiginlega magnað að sjá að ef við tökum iðkendafjöldan í golfsportinu þá þetta næst fjölmennasta sportið á Íslandi eftir fótbolta. Já, það er alveg rétt. Tölurnar hafa sagt okkur það að við séum svona næststærsta sportið. Auðvitað telur rosalega mikið inn í hvað við höfum breytt aldurspil. Eins og þú þekkir í fótboltinn hefur ekki svona breytt aldurspil. Körfubolti, handbolti kannski ekki heldur, skilur. Þannig að þú hefur bara ákveðin líftíma, skrokkurinn á þér þegar þú ert í svona contact sportum, sko. Þannig að þetta hjálpar ótrúlega mikið til. En auðvitað viljum við alltaf fjölga líka krökkunum. Við viljum alltaf fá fleiri krakka inn í þetta. Maður myndi vilja sjá svona 100 krakka allavega vera að æfa golf hérna á Akureyri. Þetta það stórt bæjarsamfélag og það eitthvað bara markmið sem við þurfum að setja okkur. Að reyna að fjölga krökkum, bara ekki spurning. Hvernig þeim að koma sér inn í þetta sport? Þetta dýr startpakki að koma sér upp kilvónum og öllum græðum? Nei, það svona mýta, svona myndi ég segja, að þetta sé dýrt sport. Ef við tökum bara aðrar íþróttir, maður hefur verið að skoða svona æfingagjöld því ég náttúrulega með guttana mína í fótbolta og handbolta líka, samhliða golfinu og það er töluvert ódýrara að æfa golf, svona æfingagjöldin séð sko. En svo þarftu náttúrulega eins og þú segir, þú ert að koma upp búnaði og það nú hægt að kaupa þennan búnað yfirleitt notaðan, sérstaklega þegar þú ert að byrja svona sem krakki, sko. Að fólk á ekki endilega að fara út í búð og kaupa dýrasta og nýjasta, sko. Af því að það alltaf einhverjir krakkar hjá okkur, til dæmis í klúbbnum hjá okkur, sem eru að stækka upp úr kilvunum sínum og þurfa þá væntanlega að losna við kilvurnar, skilurðu. Og þá ertu að fá þetta töluvert ódýrara, sko. Þú getur verið að fá sett á bilinu svona alveg frá 10 skalli upp í 25 skall eitthvað leið, sko, bara svona byrjunarpakkan, sko. Já. Og þetta sett kannski að fara að fylgja þér í 2-3 ár. Þannig að það er ekkert svo dýrt að starta þessu, sko. Og fólk líka bara, fullorðið fólk sem að fara að starta í golfinu, sko, að þá þarf það bara að vera duglegt að leita á netinu. Það eru Facebook-hópar og annað slíkt sem að selja notaðar kilvur, sko, þar sem fólk bara hendir inn auglýsingum. Hvað þarf maður að hafa? Hvaða eiginleika þarf maður að hafa þegar maður er að spila golf og ætlar að vera góður í golfi? Hvaða eiginleikar eru það? Til þess að vera góður í golfi, það er bara sama í öllum öðrum íþróttum, sko. Það er bara þessi áhugahvöt, þessi vilji til þess að gera meira en allir aðrir og gera betur en allir aðrir. Það er ekki nóg að eyða bara meiri tíma en aðrir á vellinum. Þú verður að hafa í rauninni þann metnað að þú viljir gera æfingarnar betur en aðrir.
þú sért svona ákveðnar í öllum aðgerðum og eitthvað svoleiðis sko, bara þannig að þegar þú ferð upp á völlinn og ferð að æfa þig þá er eitthvað markmið á bak við æfinguna, þú ferð ekki bara upp á völl og bara æfir eitthvað, það er ekki svona tilviljanakennt hvað þú æfir sko. Nei, og mætir ekki bara slærið einhverja bolta þarna. Nei, það sé eitthvað fókus á bakvið hvað sem þú ert að gera, þú ert að bæta eitthvað ákveðin veikleika eða vinna í eitthvað sem þjálfariðinn baði um að vinna í og það sem er kosturum við þetta sport er að þú náttúrulega, þú getur farið upp á völl nánast á sama hvað tíma sólarhrings það er. Það þarf ekkert að vera að hvíla völlinn, eins og kannski í fótboltanum, meistaraflokkurinn nýbúinn að vera að spila og það er búið að vera tætt upp völlinn, þá vil ég aðeins fá að völlinn sé aðeins hvíldur. En golfvöllinn er ekki alveg þannig, hann er bara opinn öllum og það er bara frá 6 á mótnana, 5 á mótnana ef þú vilt mæta þá og til 12 á kvöldin, þú getur þess að spila um nóttina ef þú vilt. Þannig að það er hægt að finna tíma til þess að æfa sig og saman hvort þú sért í fullri vinnu eða ekki, þú getur alltaf æft þig almennilega. Þannig að það er svona kostur við golfið sko. Ef við ræðum aðeins þig, þú þekkir þetta svolítið vel golfsportið, þú verður Íslandsmeistari, þú farið út að keppa. Hvernig eru tækifærin í golfinu? Tækifærin eru meiri núna í dag heldur en voru. Maður sjálfur á fullu í þessu. Golfsambandið er búið að búa til sjóð, afrekssjóð sem heitir Forskot og þar eru bestu kylfingarnir okkar að fá styrki og þannig að við erum farin að geta staðið miklu betur á bak við okkar bestu kylfinga og það góða við þetta er líka það þegar þú hefur þegar yngri kylfingar sjá að það er eitthvað sjóður sem þú getur sótt í að þá hlýtur samkeppnin að verða meiri. Þú hlýtur að fara að æfa þig meira ef þú horfir til þess og þig langar að láta styrkja það úr sem sjóð. Og það verður svona meiri samkeppni og harðari náttúrulega. En samkeppnin í þessum heimi er náttúrulega rosalega hörð vegna þess að það er eins og bestu kylfingar í heimi þeir skrá sig í mót. Það er kannski 120 keppendur, en það eru bara 70 sem komast áfram eftir 2 daga til dæmis og það eru bara þessi 70 sem fá útborgað. Hinir ekki að fá neitt. Þeir borguðu flugmiða, hótel og mat og annað slíkt en ekki að fá neitt greitt. En svo náttúrulega þegar þú ert komin í alveg toppinn í heiminum í þessu, þá ertu náttúrulega að vinna einhverja 100 milljóna þegar þú vinnur mót. Þannig að það er svona stærstu mótin allan, þau eru 150–250 milljónir. Það er til mikils að vinna. Það er til mikils að vinna, en þar á leiðandi er líka samkeppnin ennþá meiri. Þegar fólk fer að horfa á þetta og einhverjir ætla sér þetta, alveg virkilega ætla sér þetta og þá leggja þér allt í söluna. En hérna heima þá er þetta náttúrulega bara, hugsun þarf alltaf að vera þessi, þú vilt fyrst verða með þeim betri í klúbbnum svo ætlar að vera með þeim betri á þínum landsfjórðungi eða eitthvað slíkt svo ætlar að vera með þeim betri á landinu og svo ferðu að hugsa Norðurlöndin og svo ferðu að hugsa Evrópu. Þetta verður bara að koma svona stegum og þeir kylfingar sem eru bestir hérna heima núna, þeir eru eins og núna eins og í þessum töluðu orðum þá eru þessi kylfingar okkar í úrtökumótum fyrir stóru mótaraðinnar og við erum með alveg nokkra leikmenn sem að spila í svoköllegri þriðju deild. Þetta er svona deildaskipt bara eins og fótboltinn deildaskiptur og körfuboltinn og þetta. Að það er þriðja deild og úr þriðju deild þá getur unnið upp í svokallega aðra deild. Í þriðju deildin er svona lægra vinningsfé Það eru svona einhverjir 100 skallar fyrir að vinna mót og það er nóg að fara bara til Svíþjóðar, Þýskalands, Frakklands. Þar eru svona mínitúrar eins og að kallast og þarna eins og Axel Bóas sigraði þarna Nordic League er að kalla, það er svona Norðurlanda mínitúrin og fyrir að vinna það og ég held með þess að ef þú ert í bara topp 10 þar eftir árið að þá ertu komin inn í aðra deildina sem er þá Challenge Tour, það sem að til dæmis Birgileifur er búinn að vera núna í svolítið mörg ár og vann náttúrulega mótana í fyrra og bara við það að Birgileifur vann mótar þá er hann kominn með keppnisrétt, svolítið svona takmarkaðan keppnisrétt í fyrstu deild
fyrir að vinna mótar og komið með þá alveg fastan keppnisrétt í 2-3 ára á Challenge Tour, sko. Alveg saman hvernig hún gengur. Sko. Já. Þannig að leið og vinnur mót, þá ertu búin að festa þig svolítið í sessi á þeim túr sem þú ert á, en svo þetta bara á hverju einasta ári, sko, þeir sem að vinna ekki mót eða eitthvað svoleiðis, þeir þurfu að enda í kannski topp 70 eða topp 100 eða eitthvað svoleiðis á túrnum til að halda kortinu sínu fyrir næsta ár. Já, akkurat. Þannig að þetta endalaus, sko, endurnýjun á kylfingum. Þannig að það ekkert nóg að vera komin að inn og svo bara fara að slaka á, sko. Nei, þú ert alltaf að vera að. Þú þarf alltaf að vera að, sko. Tíminn því miður runnin frá okkur, Heiðar. Takk fyrir að opna svona aðeins þessa gátt inn í golfið. Já. Mér vantar eitthvað sport til þess að byrja að æfa svona fyrir eldri árin, þannig að. Já, bara drífið í golfið. Ég þarf að koma til þín og vera að kenna mér aðeins á sveifluna. Já, ekki vandamálið. Takk hérlega fyrir komuna, Heiðar, og við kíkjum yfir í auglýsingar. Boswil skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn í boði J.M.J. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri.